Að sunnan í boði holta kjúklings, grunnur að góðri máltíð. Ertu að fara að breyta? Við smíðum þínar innréttingar, trésmiðan Faggus Þorlákshöfn. Hótel Laki, Efri Vík, Kirkjubæjarklaustri, sími 412 4600. Í tilefni 15 ára afmæli Landstólpa bjóðum við 15% afmælisafslátt af Jósera vörum. Sendum frítt land allt. Nánar á landstólpi.is. Er ekki örugglega mynd? Ok. Velkomin í þáttinn að vestan. Að sunnan. Ha? Að sunnan. Velkomin í þáttinn að sunnan. Tunnan. Skálu búðinu. Allir að setjast í tæki núna. Ég mætt. Við hittum Elísu í Þorlákshöfn og við ætlum að kynnast henni betur og eftir, en við ætlum að leyfa okkur að fullyrða að hún sé ekki dæmigerður fulltrúi sunnlenskra kvenna. Að minnsta kosti er hún ekkert lík þeim konum sem við hittum hér í morgunverðarsalnum á Stræktahótelinu á Hellu. Þetta eru konur á ferð og við ætlum aðeins að forvitnast pínlítið þar. Hvaða ferðalag er þetta sem er á okkur? Við erum í orlofsferð húsmæðra, eða orlofsdvöl kallum við þetta. Hérna erum við bara til að slaka á, hafa það gott. Við erum hérna 40 konur og njótum bara lífsins. Er þetta því svo kallað húsmæðraorlof? Já, þetta er húsmæðraorlof. Húsmæðraorlof í Árnes og Rangárvallasýslu. Og er þetta ekki svolítið umdeilt? Menn hafa nú verið svona aðeins að ræða þetta eitthvað svona sín á milli. Það er búið að vera að reyna að koma þessu eitthvað í gegnum þingið að taka þetta af. Þetta var sett á sem lög frá Alþingi. Ég man nú ekki alveg hvaða ár, 60 og eitthvað. Og það er nú verið að reyna að afnema þetta. Þetta telst nú ekki kannski samkvæmt jafnréttislögum vera rétt að húsmæður fá þetta en ekki húsfeður. En við erum hér enn og bara vorum að verðum hérna sem allra lengst því þetta er alveg dásamleg dvöl. Þið farið ekkert mjög langt? Nei, við erum yfirleitt alltaf bara innan okkar sýslna og erum bara á hérna einhverjum hótelum hér í kring. Erum hérna í 4 til 5 daga og bara látum degra við okkur og njótum lífsins. Hvað er best við þetta? Best er náttúrulega við að koma bara að öllu matarborði allan daginn og láta þjóna sér til bara borðs og standa svo upp frá borðinu og þurfi ekki einu svona að ganga frá disninu sem í vaskinni sko. Það er yndislegt. Það er toppurinn. Það er toppurinn í rauninni. Svo náttúrulega bara konur eru svo skemmtilegar saman og það er svo gaman að vera með konur. Gera handavinnu og hafa það notalegt. Þannig að þið liggið ekki bara hérna í heitupottunum og... Nei, við gerum það líka sko. Bara mjög gott sko. Og með þeim orðum kvöddu við sunnlenskar húsmæður enda búin að boða koma okkar í uppsveitirnar til hjónanna í húsatóftum, á æfingu hjá leikfélagi Ölfus í Þorlákshöfn og austur í Meðalland í Skaftárhreppi. Hvað er að gerast? Ég gleymi þessu mómenti aldrei. Þar sem við hittum nýkrýndan heimsmeistara Kristínu Lárusdóttur en hún gerði sér lítið fyrir og krækti í titilinn á heimsmeistaramóti íslenska hestsins sem haldið var í Danmörku í sumar. Býtu, er enginn þjónn hérna? Leikfélag Ölfus frumsýndi einn rjúkandi kaffibolla, nýtt íslenskt verk eftir Aðalstein Jóhannsson síðustu helgi. Félagið fagnar að auki 10 ára afmæli á þessu ári og það gekk mikið á þegar við kíktum á æfingu fyrir viku. Kaffi? Við höfum aldrei einhvern veginn farið auðvelduleiðina hlutunum. Við höfum sett upp stóra sýningu á hverju einasta ári og höfum kannski ekki alltaf verið íkja mörg í hvert sinn, en við gerum þetta alltaf og það reddast alltaf. Og við erum alltaf með flottar sýningar, við erum vel sóttar. Og aldrei vantar mannskap? Jú, auðvitað hefur okkur oft vantar mannskapi. Við reddum þessu þá bara. Það er bara þannig. Það er allir alltaf svo jákvæðir, allir til í allt og við erum svolítið heppin bara með það líka að fólk hér í sveitarfélaginu er okkur mjög hlýðholt og fylgist vel með okkur og fyrirtækin styrkja okkur vel og þannig að þetta er bara hið besta mál. Ég fór á námskeið hjá Karli Ágústi Úlfssyni í Leiklistarskóla Bandalags íslenskra leikfélaga, BÍL,
á Húnavöllum fyrir 2 árum og þar byrjuðum við að skrifa svona stuttverk. Svo árið eftir þá bað hann okkur sem sagt í framhaldsnámskeiðinu að koma með eitthvað stærra og jafnvel hálfkláruð verk eða eitthvað svoleiðis. Og ég var komið með hugmynd að einhverju sem ég byrjaði að skrifa þar og það átti ekkert að vera neitt í líkingu við það sem það er í dag. En eins og hann sagði, þegar þú byrjar að skrifa þá ræður jafnvel ekkert við atburðarásin, það bara kemur það sem vill koma og það verður eitthvað úr því. Þannig að það sem ég lagði upphaflega með það er alls ekki þetta sem við erum að fara að setja upp í dag sko. Þetta hleypur bara í burtu frá manni sko. Og hvað er þetta? Hvað fjallar þetta verk? Heyrðu það, á endanum þá fjallar þetta rithöfund sem hefur munað fífil sinn fegurri og hefur vanið komur sínar á kaffihús í vonum að fá einhvern innblástur. Hann er að reyna að skrifa bók og er að vonast eftir einhverjum innblæstri. En svo fer hann bara að horfa á gestina og hann fær svona hugmyndir frá þeim og punktar þær niður og fer svo að skrifa og við fáum að sjá þetta gerast svona í og með. Hvað meinarðu dauður? Ég er að lesa auglýsingu hérna í blaðinu í dag. Ég held það. Þjónn, er þetta ekki blað í dag? Selja öskuna. Er ekki allt í lagi? Bæjarónin lætur sjá sig eins og ég skrifaði hann inn, Bæjarónin, sem er hún Elísa. Hún er kjaftfúr og skemmtileg og hann sér marga möguleika í henni. En þetta svona fer aldrei eins og hann vill að það fari. Ég meina, hún var búin að halda fram hjá honum oftar en einu sinni. Er hún þá ekki hóra sem er dauð? Ég meina, þau voru hvort þið skilin. Ég skil ekki þetta vesen. Við höfum verið mjög heppin með það að við höfum fengið að vera í Ráðhúsinu öll þessi ár og æfa þar og sýna. Og sveitarfélagið hefur sem sagt bara leyft okkur að vera þar, sem er bara frábært. Núna ákváðum við að prófa eitthvað nýtt og fengum þessa aðstöðu hér á Selvogsbraut 4. Þetta er allt miklu minna í sniðum og við erum búin að vera svona að vinna í því að breyta þessu í leikhús. Þannig að við erum svona bara að prófa eitthvað nýtt, en við höfum alltaf verið heppin með það að við höfum fengið inni í Ráðhúsinu með hvað sem okkur dettur í hug. Bömmir. Við byrjuðum að upp í Ráðhúsi og meðan við vorum að athuga með þetta húsnæði hérna og sem betur fyrir fengum við það. Þetta er alveg æðislegt húsnæði að æfa í, það er náttúrulega smellpassar, bar og eins og er í leikritinu og alveg frá því að við byrjuðum sá ég þetta fyrir mér sem svona kaffileikhús og það náttúrulega býður upp á það hérna og þannig að við erum bara búin að vera mjög glöð allan tíman, búin að vera mjög gaman hjá okkur. Og ekkert svona sérstakt komið upp á? Þú eru ekki þurft að brýna raustina? Nei, ekkert alveglega. Þetta er nú svo frábær hópur að það er svona frekar að þau þurfa að halda mér niður á jörðinni að vera ekki að gera meiri vitleysu úr leikritinu heldur en er. Það er eina hættan sem hér er í gangi greinilega. Já. Svo þú ert að leita þér að hundi? Já, mikið rétt. Og hvað ætlar að gera við hann? Er þetta fyrsta verkið þitt sem er svona, þú sérð bara lifna á svið? Já, í það sem við getum sagt að nálgist fulla lengd. En við höfum sett upp stuttverk. Maður hefur séð svolítið að því komast á svið. En þetta væri fyrsta verkið sem var í það bil fullri lengd. Svo þú ert að leita þér að hundi? Jú. Já, er konaðin fyrir hunda? Í daginn þá er maður alveg fara með hjartað í buxunum og svo næsta þá er maður alveg hoppandi af gleði sko. Það verður gaman að sjá, getur ekki beðið. Og svo er líka svona added stress kannski að vera sjálfur í þessu. Það væri voðalega gott að geta falið sig á bakvið bara út í sal, bakvið tjöldin eða eitthvað svoleiðis sko. Það láti ekki sjá sig. Þannig að maður geti þá stoppið við tómatakast eða eitthvað svona í endan ef fólki líkar ekki. Þannig að nú ég slepp ekkert sko alveg saman hvernig þetta fer núna. Þú ert sem sagt að leita þér að hundshræi? Já, og hvað með það? Svona miðað við hvað við höfum skemmt okkur á æfingum þá hef ég bara alla trú að þetta verði skemmtilegt og þetta takist sko. Hvernig leggst þetta í þig? Hvernig fer þetta? Þetta verður bara mjög flott sýning, mjög skemmtilega. Við hefum stundum í miklum erfiðleikum með að láta leikarana hemja sig á sviði að halda andlitið meðan við eigum erfitt með okkur að þá vona ég að áhorfendur sem hafa aldrei séð þessar senur sem við erum búin að æfa 20 sinnum muni hafa gaman að þeim líka.
Kannski fleygja honum með vatni með blýlóðum tær og þér á eftir. Mannskoti. Ég myndi fljóta. Fjandinn hafið þið. Þetta hér er óhrært, þá er það svona á litin, svo er það svona á litin þegar hrært. Nú skaltu smakka. Það er mitt best, manni finnst alltaf sitt best, en þetta er óhrært af sama. Kallinn þessi sem kemur hérna, þessi sem er fyrir aftan, hann er pappinn frá öllum hinum. Það er alveg einstakt að heimsækja þau Valgerði og Guðjón á Húsatóftum. Gleði, friðsæld og frumlegur búskapur eru orðin sem kom upp í hugan og allir sinna sínu í sátt. Með fyrirgefðu, kom ég á nærri konunni þinni. Haustlífi hjá býflugunum er þannig að 7. september þá tók ég frá þeim hunangi sem þær voru tilbúnar að gefa mér og eftir það fór ég að gefa þeim sykurvatn í staðinn til vetrarfóðurs. Og svo þegar þær eru búin að fá nóg eða þegar kólnar, þá fara þær í hnapp bara til að halda hita á drottningunni og það er þeirra verk að vetrinum að halda drottningunni lifandi. Aldur býflugna fer kannski ekki eftir dögum eða vikum, heldur eftir metrum, flognum metrum. Þær sem eru búin að fljúga mest og vinna mest, þær deyja kannski fyrir áramót. En þær sem komu út núna í byrjun september og seinpartinn í ágúst, það er þær sem að verða, sem sagt, halda hita á drottningunni til vors. Og taka svo til starfa í vor, eða hvað? Og svo fer hún að verpa og svo eru það þernurnar sem koma þá sem að halda svo lífinu áfram. Þú sagði mér að vera hérna upp á svo ég væri ekki í fluglínu. Ertu aldrei hrædd við þær? Nei, ég er ekki hrædd við þær. En maður verður samt að bera virðingu fyrir þeim. En þetta er allt í lagi? Já, þær eru ekkert að ráðast á okkur, þær eru bara hér. Hvað ertu búin að vera lengi og þið í þessum búskap? Við byrjuðum 2011. Þetta er óskaplega skemmtilegt. Er það? Já. Hvað er svona skemmtilegt við þetta? Allt. Sko, þetta er ekkert mikil vinna nema hér. Þessi hljóð sem maður heyrir svona, það er yfirleitt í dröndunum. Og þeir stinga ekki og þeir eru ekki hættulegir og þeir gera ekkert nema að frjóka drottningarnar. Það er illa að fara með þá. Nú? Á haustin eru þeim hent út, bitnir aðeins vængirnar, þeir fá ekki að fara inn meir. Þeir eru drepnir á haustin. En hvernig dattir þetta í hug og ykkur, Valgerður? Við erum náttúrulega bændur og ræktendur. En svo varum við á landbúnaðarsýningun á Hellu, ég sá þar fuglana fyrir búnaðarsambandið. Þar var Egill Sigurgeirsson að kynna býflugurnar. Svakalega fannst mér það athyglisvert. Svo þegar ég kom heim, þá sagði ég bara, eigum við að prófa þetta? Jú, sagði Guðjón, gerum það. Svo bara pöntuðum við fara á námskeið og fengum flugur og við fórum 3. Við 2 og dóttur okkar og við erum saman í þessu. Svona lítur ramminn út þegar við erum búin að taka úr honum hunangið. Þetta er ungbarnadeildin. Hann lætur þetta alveg yfir sig ganga. Já. Nú eru þessi náttúrulega miklu fallegri heldur en þessar hvítu, en er einhver annar munur á þeim? Já, þær eru bara ræktaðar sem stíft kyn. Þetta er sérhver skepna er hérna persóna og þær eru mjög ólíkar innbyrðis. Allt frá því að elta mann og upp í það að vera logandi styrkar og einstaka hann verður grimmur, hann er það ekki lengi. Þetta er mjög ævintýralegu búskapur, það er mjög ævintýralegt að koma hérna til ykkar. Já, þér finnst það. Þetta er náttúrulega lífið hjá okkur. En tekjurnar okkar er af heysölu og við erum með hesta í hagagöngu
og ræktum svolítið hesta, en það nú ekki tekjur. Er það rétt að þú dekir alveg sérstaklega við hérna svona forholdsmerar eða þær sem eru komnar að því að kasta? Já, þær eru gjörgæsludóttir. Við erum með nokkra hrissur frá fólki sem að trúir okkur fyrir þeim og við höfum reynt að stunda þær vel. Er það sagt þú hleypur stundum út á nóttin og náttkjólum til þess að svona fylgjast með? Sko, ég vil ekki nota náttföt. En það heilmikið að trjám í kring. En ef illa fer, þá læt ég mig vaða, ef eitthvað er. Og við endum þar sem við byrjuðum með móate í bolla og ilmandi hunang í krukkum. En hvað er það sem að skýrir munin á því, bæði á útliti og bragði? Það eru þær plöntur sem að flugurnar fara í. Þær fara í, hjá okkur er það bara túngrös og marjustakkur og vallumall og allt þetta sem bara er hérna. En til dæmis eins og hér, hjá honum Gísla, þetta eru mest mosar og geldingahnappur og svona hraungróður. Og svo bara, já, í grasagarðinum er Reykjavík, þar eru blómin. En þeir hafa 3 kílómetra radíus og ef þeir þurfa þá fara þeir lengra. Þannig að þetta eru rangæðingarnir. Já. Og þetta er skeiðugnúb. Já. Þetta er skemmtilegt. Já. Þetta er mikil stúdíó og mikil fjölbreytni og ekki stærra svæði. Já. Hefur hún einhvern tíma komið með eitthvað sem að þú hefur sagt þvert nei við? Hvað var það? Svínin. Já, það verð ég. Svínin, já. Ég fekk ekki, ég ætlaði að fá mér svín. Já. Þá var ég nóg boðið. Já. Það var það hér á hlaðinu. Nei. Ég fekk ekki heldur hjá neinum í fjölskyldunni jákvæðsvarið því. Heimsmeistaramóti íslenska hestsins var haldið í Herning í Danmörku í sumar. Keppendur komu frá 14 löndum og Íslendingar voru sigursælir, komu heim með 8 gull og þar af það eftirsóttasta gullið í tölti. Sú sem hampaði því var Kristín Lárusdóttir, bóndi í Syðrifljótum, sem að keppti á þokka frá Efstugrund. Kristín var ekki valin í íslenska landsliði fyrir 2 vikum fyrir keppni og það er ekki orðum aukið að segja að hún hafi komið, séð og sigrað með stæl. Þetta var alveg svakalega gaman. Þetta bara, allir tóku svo vel á móti manni og þetta var bara frábært lið, sko. Aldrei vandamál og liðsheildin var bara svo skemmtileg og þetta voru skemmtilegt fólk og krakkar sem voru með okkur. Og hvernig tilfinning var þetta svo þegar þú vissir að þú varst komin í A-úrslitin? Það var bara mjög gaman. Fram að björtustu von. Það var engin press á mér. Það hafði engin trú að ég myndi vinna. Ég sjálf sko, það var ekkert búið að vera á fréttamiðlunum að Kristín Lárusdóttir banki landslistirnar eða Kristín var að vinna eitthvað. Það var aldrei, sko. Svo það ég fór bara slökk og ætlaði bara að gera mitt besta og þetta var bara bón. En eftir hraðabreytinguna þá er ég efst og þulurinn segir að ég sé með 8.33 og næsti með 8.07. Þá bara, shit, hvað er að gerast? Ég gleymi þessu mómenti aldrei. Og þá var yfirferðin eftir? Þá var yfirferðin eftir, ég held bara, ég verð nú að vanda mig. Þá er ég að fara upp úr á verðlaunapall. En að því ég alltaf dotti niður í yfirferðinni, þá átti ég svo sem ekkert vona á því að það gekk rosa vel. Hann var mjög slakur og svo fekk ég góða punkta frá Sigga Sigurd. Hann gaf mér mjög góða punkta. Hvernig ég ætti að ríða úrslitin. Og ég notaði það og það bara virkaði mjög vel. Það fór ekki fram hjá neinum sem var viðstaddur og fylgdist með þessu að þú áttir stúkuna gjörsamlega. Þegar ég var að ríða þarna, ég bara, er ekki einhverju fleiri að inn á velli? Þetta var alveg ótrúlega. Það var bara allur hringur í sko. Kristín, Kristín! Og hvernig upplifðið þú það þarna niðri? Þetta var náttúrulega bara geggjað, sko.
Ég átti stúkuna, mér fannst það eftir öskrunum allavega. En hver Kristín Lárusdóttir? Heyrðu, ég þarna bara skaffellingur, í húð og hár, fædd hérna, ólst upp á sveitabænum Kirkjubæjarklaustri og bara búin að vera á Hersbaki síðan ég man eftir mér. Aldrei hugsað neitt annað. Og fór svo, þegar ég var búin í menntaskóla, þá fór ég á Hóla. Af því að þar var verið að kenna eitthvað hross og ég bara verið allt mitt líf alltaf að hugsa hross. Ég var að vinna eftir við 95 til 2006, þá ég að vinna hálfan daginn upp á heilsugæslustöð sem læknaritari. En það snerist allt það að komast heim til þess að fara á Hersbak. En hann þokkiðinn, hvaðan kom hann? Heyrðu, hann frá Efstugrund, undir Eyjafjöllum. Hann frá Sifa á Efstugrund og Siggaló. Siggaló, hún jafnaldra mín, hún hérna á sveitinni. En hvernig hestur það? Hann var svona mikill fyrir sér, en hann alltaf hágengur. Svo þekkjum við líka blóðið hans, það sem stendur bak við hann. Ég var með mömmu hans, sýndi hana. Og maður vitum að þetta mjög gott í þessum hrossum. Og við höfum bara trú á honum. Hvernig leið honum að núti? Vel. Það var bara svona íslenskt kuldarók fyrstu dagana þegar við komum út. Og það var farið að hjóla með hann og eitthvað sem aldrei hefði dottið í hug að gera við hann á Íslandi. Vera með reiðhjól og teima sig við hlið því þetta var viðkvæmur hestur. Ég hefði ekki eins og þorað að ríða hann með fána. En hann tók þessu rosa vel. Hann bara kemur í nýtt umhverfi og hann hefur engan að treysta á nema mig. Og við bara verðum að treysta hvort annað. Og það bara sýnvirkaði bara. Og hann kippti sér ekkert upp við borða og klapp og læti og... Maður getur valið hvort það sé klappað fyrir manni þegar maður í brautinni, í forkeppni. Og ég vel það sé ekki klappað fyrir okkur. Svo því ég kem inn á, þá þvílík ösku. Ég bara, vá, hvað að gerast? Hún var alveg saman. Hann setti bara einum fram og hjólaði í verkefni. Já, og kláraði þetta við stæl. Já. Hvernig var að kveðjan þegar þú fórst heim? Nú náttúrulega mátti hann ekki koma með þér aftur heim. Við fórum að hágráta bara. Já. Vel fjölskyldan. Þetta var erfitt. En við vissum þetta fyrir, við þurftum að kveðja hann. Maður vissi það. Svo keyrði hann bara, fjör og bói. Já. Fylgistu með honum? Já. Hún búin að vera að keppa á honum. Og ég alveg spennt heima að fylgjast með í tölvunni gangi. Svo ætlum við að fara heimsækja núna. 12. nóvember þá ætlum við að fara og kíkja á hann. Og hlakka voðalega til. Við ætlum öll að fara. En hvert verður svo framhaldið? Hvernig ætlar að toppa þetta? Heyrðu, að því ég heimsmeistari, þá ég búin að vinna mér rétt þess að fara næsta heimsmeistaramót. Þá þarf ég ekki að fara í ykkur úrtöku og vera að berjast eitthvað. Þá þarf ég bara að finna mér hest sem ég fer með. Og það svolítið lúxusvandamál. Og það kannski má búast við því að Kristín Lárusdóttir veiki fyrirfram meiri athygli núna næst heldur en núna. Ég hrædd að vera svolítið meiri pressa núna. Svolítið mikið. Að sunnan í boði Holta kjúklings, grunnur að góðri máltíð. Ertu að fara að breyta? Við smíðum þínar innréttingar, trésmiðan Faggus Þorlákshöfn. Hótel Laki, Efri Vík, Kirkjubæjarklaustri, sími 412 4600. Í tilefna 15 ára afmæli Landsstólpa bjóðum við 15% afmælisafslátt af Jósera vörum.
Sendum frítt land allt. Nánar á landstólpi.is.